Já, góðir áhorfendur, verið hjartanlega velkomin í þennan sérstaka fréttaskýringaþátt hér á sjónvarpi Hringbraut. Við nafnar ætlum að fjalla þá sögulegu atburði sem eru að gerast í okkar samfélagi. Við munum fá hérna marga góða gesti og verðum hér með ykkur næsta klukkutíman. Ólafur, þetta eru sannarlega sögulegir viðburðir. Þetta eitthvað sem við höfum ekki kynnst áður, að forsætisráðherra skuli hafa ratað í aðstöðu eins og hann hefur ratað í núna. Þetta er náttúrulega alveg stórmerkilegt. Þangað til í gær þá voru frægustu Íslendingandi Björk og Vigdís Finnbogadóttir. Nú það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Atburðarásin hefur náttúrulega tekið völdin af mönnum hér. Við erum hérna með mann sem í þeirri aðstöðu að hafa reynt að ljúga sig í gegnum viðtal í alþjóðlegu sjónvarpi. Já, og staðinn illilega að verki. Já, því miður, Bara því miður. Mér ekki mjög leitt að þurfa að orða þetta svona. Já, já. En því miður þá þetta bara staðreynd og auðvitað verður að leggja hlutina á borðið eins og þeir eru. Hitt að Ísland og Íslendingar eru komnir í ljós sem við kærum okkur ekki að vera í. Við erum bara ekki lengur, kannski á djúpt í árinni tekið að segja það, en við erum í verulegri hættu með að vera tekin úr flokki með vestrænum lýðræðisþjóðum og flokkaðir með einhverjum allt öðrum lýðveldum sem við viljum bara ekki láta bendla okkur við. Þessi staða, hún ekki samboðin vestrænu lýðræðisríki og þessi mótmælafundur á Austurvelli í dag sem sprengdi nú öll met. 22.000 mann, mér skilst að það hafi aldrei verið neitt í líkingu við þetta. Það eru tölur frá löggunni. Já. Og hún veit hvað hún að tala. Hún kann að telja á mannfundum. Já, og ekki þekkt fyrir að ýkja. Nei. En þetta náttúrulega, þetta all svakalegt. Má ég segja út af þessum fjöldatölum, áður þú kemur að því, þessi ummæli sem fjallu nú af hálfu forsætisráðherra í viðtali í hádeginu, það sem sagði ekki nú öll þjóðin þarna saman komin. Já. Þetta var náttúrulega eins konar ögrun og óbein hvatning fyrir fólk til að mæta sem að... Já, við vorum nú báðir þarna niður á Austurvelli. Já, og þetta náttúrulega stóð... Mér fannst eins og öll þjóðin væri bara stödd á Austurvelli. En það voru margir sem höfðu orð á þessu við mig. Já. Nákvæmlega þessum ummælum. Já, já. Við skulum. Já, já. Og þetta auðvitað viss prófsteinn á okkur. Við sáum til dæmis viðtal við sænska forsætisráðherra. Og hann sagði náttúrulega, þó hann hafi ekki orðað að beinlínis þannig, hann sagði þið verða að losa okkur við forsætisráðherrann. Hann sagði hér í Svíþjóð þið svona aldrei látið viðgangast. Og það þannig í öllum þeim ríkjum sem að telja sig vera vestræn lýðræðisríki að þar gengur ekki svona. Og þetta snýst ekki, við skulum bara trúa því að það allt verið gefið upp og öllum sköttum skilað. Það snýst ekki um það. Menn sem ætla sér í þessa stöðu, þeir ekki með aflandsfélög í skattaskjólum. Og það alveg sama hvað forsætisráðherra reynir að telja sjálfum sér og öðrum trúum að þetta félag, að því eitthvað hefur verið gefið upp til íslenska skattyfirvalda, að það hafi ekki verið í skattaskjóli, þá var þetta í skattaskjóli. Og þetta var í krónuskjóli nefnilega líka. Og það vandamál, það stórt vandamál fyrir pólitískan leiðtoga sem að berst fyrir því að þjóð hans skuli lifa við krónuna þegar hann kemur sínum fjármunum og fjölskyldu sinnar út úr krónuhagkerfinu. Með krónuskjóli áttu við það náttúrulega að vera ófús til þess að svona deila kjörum með þegar ég segi krónuskjóli þá á ég við það bara það sama notkun á orðinu skjól og skattaskjól. Það í skjóli frá sköttum, skjóli frá krónunni, utan krónuhagkerfisins. Ég alveg sammála það, Ólafur, að það ekkert efni til þess að vera að ræða það neitt meira hvort að þetta hafi allt saman verið gefið upp. Nei, við skulum bara, við hljótum að ganga út frá því. Við náttúrulega tökum það bara trúlega, en ég meina málið bara snýst ekkert lengur um það. Nei. Málið snýst þessa megin þætti sem við nefndum hérna áðan. Og það að forsætisráðherra í vestrænu lýðræðisríki, hann bara ekki í einhverju skattaskjóli á svona einhverju vegi. Nei, það bara ekki gert og auðvitað verður að segjast eins og að það eru fjármálaráðherrar ekki heldur eða innanríkisráðherrar. Það eru 3 ráðherrar í þessari ríkisstjórn sem tengjast þessu skattaskjólum. Veistu, Ólaf, ég var mjög undrandi í dag að það skildi ekki vera einasta afsögn frá nokkrum af þessum aðilum sem hafa verið nefndir í þessu sambandi. Ég var mjög undrandi að forsætisráðherra skildi koma tómhentur
á fund Alþingis. Ég var mjög undrandi á því að það skyldi ekki eitt einasta af þessum nefnum hafa bara sagt af sér. Svo að það sé bara sagt bara byrjum á það. Já, nú eru 22.000 manns búnir að gera sér fennir á Austurvöll og heimta þessa afsögn. Í vissum skilningi, Ólafur, þá var forsætisráðherra settur af á fundinum í dag. Sko, hann gekk sjálfur út úr þessu embætti þegar hann stóð upp eftir að hafa reynt að ljúga sig í gegnum heilt viðtal og stóð upp og gekk með skætingi út úr fréttaviðtali. Þá gekk hann út úr embætti. Ef ég má aðeins taka upp hanskan fyrir hann, þá var svona að þetta var svolítið svona umsátusástand þarna, en hitt svo annað, að ef við lítum á samstarf þessara tveggja flokka sem hafa nú myndað þessa ríkisstjórn, að þá hafa nú borist yfir allan sála orð formanns Sjálfstæðisflokksins sem að mun vera á leiðinni til hann lýsir ekki trausti eða stuðningi við forsætisráðherra, en þegar við komum aftur eftir stutt hlé þá förum við til Björns Þorlákssonar sem var niður á Austurvelli í dag. Og einn þeirra sem hér komin til að mótmæla Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir. Sveinbjörg, hvers vegna ertu hér í dag? Ég hérna bara vegna þess að mér var algjörlega misboðið í gær, en búið að líða illa bara undanfarna vikur. Þetta eiginlega, ég er orðin hundgömul eins og sér það hárun á mér og það ég man aldrei eftir svona stöðu. Mér hefur fundist forsætisráðherra algjörlega vanhæfur. Hann ræður ekki við þetta og hann á bara að víkja til hliðar, öllum sem sagt til góða. Ég get eiginlega ekki sagt neitt annað, ég er orðlaus. Ég heyrði einmitt hérna, ekki eins og við þekkjumst, en þegar ég labbaði fram hjá þér og vinkonu þinni áðan, þá heyrði ég þig segja, held ég orðrétt, að þér hefði aldrei liðið eins illa eins og þegar þú horfðir á þessa dagskrá í gærkvöld. Hvað var það sem að olli þessari miklu vanlíðan? Sko, það er hræðilegt að þurfa að segja þetta, en það var ekki hægt að lesa annað á svip og hegðun forsætisráðherra, en hann var að ljúga okkur og ég hef aldrei upplifað það áður, svona sterkt. Og hann myndi mig á dreng sem hefur brotið rúðu og getur ekki sagt frá því og stendur þá bara upp og æðir og fer út. Og þetta gerir bara sá sem að ræður ekki við stöðuna og hann ræður ekki við þessa stöðu. Hann verður að fara. Hann verður að skilja það. Ef mótmælin ber ekki árangur, ef sjálfstæðismenn verja Sigmund Davíð vantrausti og ef þeir byggja sína eigin skjaldborg utan sjálfa sig, hvað þá? Ég er hrædd að þá verður bara baráttan hér harðari og við verðum að halda áfram. Þú ert að segja að þú sér til í að koma hér oftar á Austurvöll og mótmæla? Ég kem hingað alveg þangað til að þessi ríkisstjórn fer frá. Þetta er ekki hæf ríkisstjórn og hún er búin að missa allt traust. Og bara venjuleg manneski eins og mér blöskraði svo ofboðslega og þetta sko, mér leið bara virkilega illa. Þetta er ótrúleg staða. Takk fyrir þetta, nokkuð einkennandi fyrir raddir þeirra sem við höfum heyrt í hér í dag. Við höfum reynt að fá fólk í viðtöl hér í hópi mótmælenda sem styður ríkisstjórnina, en það bara gengur ekkert að finna það. Já, hingað til okkar er komin Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri. Vertu velkomin. Takk. Margrét, þú ert nú þrautkunnug öllum hnútum í íslensku atvinnulífi og það er mikið rætt áhrif þess arna sem við erum að fjalla hérna fyrir orðspor landsins og svona kynning út á viðskiptasambönd, viðskiptatengsl. Finnst þér að það sé farið að svona að gæta einhverja merkja það að við séum að bera eitthvað kostnað þessu? Já, ég held að það munu kannski komið ljós á næstu dögum og vikum, en ég var nú svolítið hissa á því strax í morgun að við vorum strax búin að fá tölvupósta og símhringingar frá okkar byrgjum, þar sem menn eru bara að spyrja, er allt í lagi hjá okkur? Þannig að það kom mér svolítið á óvart, en það er greinilegt að við erum að verða fyrir ímyndarskaða þarna úti, þannig að hversu stór hann verður, það verður eiginlega bara komið ljós. Það mun komið ljós hvernig ríkisstjórnin hvað hún ætlar að gera og hvernig bara málin munu þróast á næstu dögum og vikum. En nú snýst þetta mál öðrum þræði það að
forystumenn í ríkisstjórn sem að berjast fyrir því að við fáum öll að vera hér í krónuhagkerfinu með vöxtum sem Seðlabankinn ákveður. Þeir koma sínum fjármunum og sinna út úr þessu krónuhagkerfi. Gengur þetta? Nei, auðvitað ekki. Practice what you preach var ekki alltaf sagt. Jú. Og fyrir okkur sem erum búin að berjast fyrir því að við fáum að sjá til dæmis hvað myndi gerast ef við myndum ganga í Evrópusambandið og taka upp evru, og við erum búin að hlusta á þessa menn árum saman segja okkur að okkur líði langt best að vera hér með íslenska krónu, og hvað gera þeir? Þeir fara með sína pening úr landi. Þetta náttúrulega hræsnistrákar. Það ekki flóknari það. Fundurinn í dag, hann kannski öðru þræði það og ekki síst að það eru skilaboð til umheimsins það að þetta ástand, að við séum hérna með forystumann ríkisstjórnarinnar og kannski forystumenn. Já. En við kosti þennan forystumann í þessar aðstöðu að við sættum okkur ekki við að sú mynd sé birt af okkur Íslendingum á alþjóðlegum vettvangi. Nei, það var náttúrulega svolítið merkilegt. Ég sá það í morgun að það voru margir Íslendingar að pósta því hvað þeim leið í rauninni illa að mæta í vinnuna. Að þá voru þeir að mæta samstarfsfólki sem var að spyrja, býtu, hann ekki örugglega búinn að segja af sér? Og fólk sagði nei. Og fólk skammaði sín. En svo var svo ánægilegt að sjá þetta sama fólk pósta inn á vefinn í dag, þar sem það var aftur orðið svo stolt af þjóðinni, vegna þess að þjóðin var greinilega að sýna það mjög kröftulega að hún ætlaði ekki að sætta sig við þetta. Hún ætlaði ekki að láta örfáa menn eyðileggja sína ímynd erlendis. Í þann mun sem ég var að ganga inn á Austurvöll, fram hjá Reykjavíkur apóteki, hringdi síminn, vinur minn í Bandaríkjunum, þrautkunnugur alþjóðlegu stjórnmálalífi og þrautkunnugur málefnum hér, eftir ýmis störf hér. Og ég sagði við hann, ég get flutt þér, það ánægilegu fréttir, að ég að ganga hérna inn á fjölmenna stúdíófund sem ég hef komið á, og þeir eru nú margir sem ég hef sótt þarna niður á. Og hann var mjög ánægður að heyra þetta. Og því að þessi skilaboð eru náttúrulega mjög sterk frá Íslendingum sem þeir eru að senda út í heim. Gríðarlega sterkt. Andrúmsloftið niður á Austurvöll í dag var einstakt. Það var einstakt að vera þarna í dag. Þetta var nefnilega... Það var söguleg stund, held ég. Ég held það. En þetta svo við komum aftur að þessu, þetta náttúrulega mjög alvarlegur hlutur þegar að forsætisráðherra Íslands, að hann bara, hann það er uppsláttur í öllum helstu fjölmiðlum í heimi, þar sem að honum stilt upp með Assad, Sýrlandsforseta og einhverjum Úkraínuforseta og jafnvel með Gaddafi heitnum ofusta. Það eru menn af þessu kaliberi, svona þjóðarleiðtogar af þessu kaliberi, sem eru með peninga í aflandsfélögum. Og svo það okkar forsætisráðherra. Svo erum við að fara að afnema hér gjaldeyrishöft. Forsætisráðherra treystir sér ekki einu sinni til þess að vera með sína peninga hér. Gengur þetta upp? Nei, þetta gengur þetta ekki. Þetta með ólíkindum. Já. Það náttúrulega kannski þannig að það má kannski búast við því að það muni draga til tíðinda í þessu ríkisstjórnarsamstarfi áður en langt líður. Það skilaboð frá formanni Samstarfsflokksins sem eins og við nefndum áðan í okkar samtali hafa borist hér yfir Atlantshála. Hann komst ekki til landsins því að það eru svo mikla truflanir í innanlandsflugi. Já, það er stopult innanlandsflugi í Bandaríkjunum. En hans skilaboð er alveg skýr. Hann segir þetta er þröngstað fyrir ríkisstjórnina. Hann segir menn þurfa að ráða ráðum sínum og hann segir við þurfum að átta okkur á því hvaða styrk við höfum til áframhaldandi verka og áframhaldandi starfa. Hann með óbeinum hætti, eða kannski eins skýrt eins og hægt að gera svona á tungutaki stjórnmálanna, að gefa það til kynna að Sjálfstæðisflokkurinn sé býsna nálægt því að draga sig út úr þessu stjórnarsamstarfi. Já, ég held að boltinn sé svolítið hjá sjálfstæðismönnum. Þeir geta náttúrulega ákveðið það að hætta þessu samstarfi. Þeir geta líka stilt sér þétt upp við bakið á Framsókn og haldið þessu samstarfi áfram. En ég held hins vegar að þjóðin getur sett þarna verulegt strik í reikningin. Eins og hún gerði í dag, ef að þjóðin heldur áfram að senda þessi skýru skilaboð og hún ætli ekki að sætta sig við þetta, þá held ég að verði mjög erfitt fyrir þessa tvo flokka að stilla sig saman og halda lengi áfram. En ég hitti eitt svona þaulrendan stjórnmálamann niður á Austurvöll í dag sem nú reyndar hættur
og ég fór að spyrja hann hvað heldur þú að muni gerast nú og hann svaraði þetta eins og Íslandi, þetta verður langt og kvalafullt. Ég ætla að spá því hérna, ef ég má. Já. Þessi ríkisstjórn, hún endist ekki út vikuna. Nei. Ekki eftir þennan fund, ekki eftir þessa alþjóðlegu fjölmennumfjöllun, ekki eins og málið vaxið. Þegar eftir til fyrsta þingfundar eftir páskafrí í dag, þá kemur forsætisráðherra tómhendur, ekki með neitt, engar skýringar, ekkert. Situr undir öllum þessum ræðum stjórnarandstöðunar. Það ekki einn maður úr stjórnarliðinu, ekki einn, engin ráðherra, engin þingmaður, enginn sem stendur upp til að bera blaka á honum, enginn. Nei, hann satt þarna einn og óvarinn, en svona út frá sjónarhóli atvinnurekanda, atvinnulífsins. Sko nú náttúrulega, ef við horfum til framtíðar, uppbyggingar hér, þá þurfum við auðvitað fjárfestingu, við þurfum að fá þeirra framlíða stundir erlenda fjárfestingu. Og við erum allavega í orðið kveðinu, þá erum við að reyna að losa okkur út úr þessum höftum án þess að fara í skjól stærri gjaldmiðilsvæðis. Hvernig metur þú það? Er þetta ekki mikið áfall fyrir það verkefni að koma Íslandi svona nær heiminum hvað fjármálaumhverfi varðar þegar að þetta kemur í ljós að íslenski ráðamenn þeir telja krónuhagkerfið fullgott fyrir aðra en sig? Það náttúrulega alveg ljóst að svona óstöðuleiki gríðarlega slæmur fyrir atvinnulífið og auðvitað mun þetta örugglega setja í strik í þau verkefni sem eru framundan og það líka mjög slæmt. Og við finnum til dæmis mjög fljótt fyrir því í verslun þegar svona óróleiki verður á markanum að það í rauninni, það deyr allt. Já. Það var búið að vera mjög gott að gera, það var brjálað að gera hjá okkur helgina, svo í dag þá einhvern veginn bara deyr allt. Það eins og fólk bara allt í einu bara halda sér höndum og bara geri ekkert. Það einhvern veginn bara, setur einhvern veginn allt á hold. Þetta gerist mjög fljótt. Það náttúrulega eðlilegt að erlendir viðskiptamenn spyrja sig hvort að þeir séu að fást við land eins og þeir eiga að venjast í Vestur-Evrópu eða hvort þeir séu að eiga við land eins og Úkraína. Já. Það eru allt önnur lögmál í viðskipti sem að gilda á þeim slóðum. Já. Og eins og ég sagði, það var alveg ótrúlegt í morgun að í rauninni vakna við það að fá það alla þessa erlendu byrgja til þess að bara hrökkum við það. Þú veist, Ísland aftur komið þar sem það var 2008? Já. En það, nú reynir á okkur. Það eru viðbrögðin við þessu. Það geta allir verið óheppnir með þjóðarleiðtoga og lenti í svona mönnum sem eru á aflandseyjum, en þá það prófstættin, það eru við. Já, og við losum okkur við á. Já, og við sýndum það í dag. Við sendum mjög sterk skilaboð og ég held að við eigum að halda áfram að gera það því eins og við sögðum hér áðan, við ætlum ekki að láta örfáa menn eyðileggja okkar ímynd. Það bara ekki í boði sem þjóð. Nei, það ekki í boði. Þakka þér fyrir komuna, Margrét. Við ætlum að fara hér í auglýsingar og svo förum við til Björns Þorlákssonar sem að hitti Birgittu Jónsdóttur í Alþingishúsinu núna í eftirmiddaginn. Face Mask Radiant, frískleiki, næring og ljómi á augabragði fæst í Laugarspa og á worldclass.is. Alúð, virðing, traust, áratuga reynsla, Útfararstofa Íslands, Auðbrekku 1. Við seljum ekki bara hús, við finnum þér nýtt heimili. Kynntu þér þjónustuna á húsaskjól.is og hafðu samband. Húsaskjól, fasteignasala. Mazda 3 sportlegur fólksbíll með spennandi aksturseiginleika og fyrsta flokks þægindi. Komdu í reynsluakstur, Brynborg. Degraði við þig, Misti, Laugavegi 178, sími 551 33 66. Langir fundir, langar flugferðir, mikið mál. Minna mál með Saga Pro. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica. Verið velkomin á nýjan Glow Street Food stað á Engjateig. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir. Stólpi Gámar.
Þeir sem hafa einu sinni ekið Skoda Yeti vita að hann allstaðar á heimavelli. Skoda, skemmtilegi bíllinn. Nú potturinn orðinn svo stór að við höfum engan tíma til að spá í hvað hinar Norðurlandaþjóðirnar eru að pæla, hvað þá Eystrasaltslöndin. Þessi næst stærsti pottur sögunar stefnir í 2950 milljónir. Nú bókstaflega verða allir að vera með. Víkingalottó, vinningin heim. Til mín. Já, velkomin aftur. Björn Þorláksson, hann var niður í bæ í dag. Hann fór í Alþingishúsið og ræddi við Birgittu Jónsdóttur. Já, hjá okkur Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata. Birgitta, þú varst hreinlega að segja forsætisráðherra að drulla sér burt. Já, það eiginlega datt óvart út mér. Mér bara svo fullkomlega misboðið hvernig hann hefur hagað sér bæði undanfarna daga og sérstaklega í dag, hvernig hann kemur hérna inn í þingið, trekk í trekk og í staðinn fyrir að svara bara málefnilegum spurningum á málefnilegan hátt, þá fer hann alltaf út í það að segja fólki hvernig það á að spyrja hann og koma sér undan því að svara. Og mér finnst það alvarlegt þegar við stöndum fram fyrir því að 75 þjóðir hafa óskað eftir því, eða 75 sjónvarpsstöðvar hafa óskað eftir því að fá að sýna beint hér frá Austurvelli. Þetta aðalfréttin út allan heim, hvers konar siðleysingi hér við völd. Að mér finnst skaðinn sem að þessi maður að valda þjóðinni ekki ásættanlegur og að það hafi í raun og veru ekkert gerst og það bara látið eins og ekkert sé og reyna að tala sig út úr þessu mjög svo niðurlægjandi máli fyrir þjóðina. Og það fullkomið vantraust gagnvart þessum manni. Hér út á Austurvelli jafn mikið fólk og var í mótmælunum í kringum búsáhaldabyltinguna og það mikill ábyrgðarhluti af valdhöfum að leyfa þessu að geta farið til dæmis úr böndunum. Nú liggur ekki fyrir hvenær tillaga vantraust verður tekin fyrir. Að minnsta kosti verður ekki í dag, kannski á morgun, kannski á hinn daginn. Hefurðu haft njósn af því hvort sjálfstæðisþingmenn muni styðja Sigmund Davíð? Nei, þeir hafa verið þöglir sem gröfin. Ég gerir ráð fyrir því að forseti þingsins sé að bíða með vantrausti þangað til að Bjarni Benediktsson finnur flug heim og það hefur allavega komið fram að bæði fyrrum nánir samstarfsmenn Sigmundar Davíðs, þeir sem eru enn inn í Indefense hafa krafist þess að hann segja af sér. Nú hefur Unglingahreyfing Sjálfstæðisflokksins farið fram á því sama en aðalatriðið að það risastór hópur út á Austurvelli og út í samfélaginu sem að vill að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segja af sér og mér finnst langeðlilegast í ljósi þess þeirra tíðinda sem voru í Kastljósþættinum í gærkvöldi því að þetta ekki bara Sigmundur heldur líka fjármálaráðherra og innanríkisráðherra. Þetta eru æðstu valdamenn þjóðarinnar. Allir tengdir þessu leikamáli með félög á þessari eyju. Ég veit ekki hver á að taka við stjórntaumunum þegar Sigmundur Davíð segir af sér sem að hlýtur að vera bara tímaspursmál. Ísland gerspillt land eins og það birtist í afhjúpun gærdagsins? Já, í það minnsta efsta lagi hér ansi þykkt og ljóst að þetta eru ekki margar fjölskyldur sem að það nú oft talað helmingaskipta söguna þar sem að þeir sem voru við völd þegar við fengum okkar sjálfstæði skipta milli sín auði þjóðarinnar og mér finnst alvarlegt þegar við erum að tala það og vitað að í næstu afhjúpunum sem munu birtast á næstu dögum eru til dæmis sjávarútvegsfyrirtæki og af hverju eru þau þá á þessum eyjum? Það vita það allir sem hafa kynnt sér tilgang skattaskjóla að megin ástæða þess að vera þar til þess að finna sér skattalegar hagræðingar. Annars væri fólk bara með þetta hér heima, það ekki? Við þökkum Birgittu Jónsdóttur fyrir það og sendum boltan aftur heim á Hringbraut. Kirkjuloftinu? Já, við erum komin hérna í beina og við bjóðum hérna velkomin Svandísi Svavarsdóttur, þingflokksformann Vinstri grænna og Jón Gunnarsson sem formaður atvinnuveganefndar Alþingis
úr Sjálfstæðisflokki og úr Vinstri-grænum sem ég nefndi. Ef ég beini máli mínu fyrst að þér, Jón, því að nú eru málin svolítið í höndum ykkar sjálfstæðismanna. Skilaboð þíns formanns yfir allan sála eru þessi: ríkisstjórnin í þröngu stöðu, við munum ráða ráðum okkar og við samstarfsflokkinn. Er þetta ekki bara rein og bein skilaboð það að hann að undirbúa það og þið sjálfstæðismenn að draga ykkur út úr þessar ríkisstjórn? Nei, þetta náttúrulega fyrst og fremst skilaboð það að Bjarni Benediktsson og við þingmenn Sjálfstæðisflokksins gerum okkur alveg grein fyrir þeirra alvarlegu stöðu sem upp í íslenskri pólitík og þeim afleiðingum sem að þetta mál hefur þróast yfir í og segir okkur ekkert annað heldur en það að af yfirvegun og skynsemi eins og hann nálgast yfirleitt málin að þá mun hann setjast niður með formanni samstarfsflokkinn og við munum meta þessar aðstæður. Það er auðvitað okkar eins og annara sem í pólitík að hlusta á skilaboð almennings í þessu landi og þau eru orðinu nokkuð skýr þannig að... Hver var upplöfuð þín á þessu fundarinn í dag? Hún var bara mjög sterk, það er ekkert öðruvísi. Ég kom nú á þing 2007 og hef upplifað margt í þessu og maður er nokkuð sjóaður. En þetta voru bara sterk upplifun og þarna var mjög margt fólk úr mínum flokki. Margir stuðningsmenn okkar sjálfstæðismanna sem að tóku þátt í þessum mótmælum og við þurfum auðvitað að vega og meta þessa stöðu vegna þess að traust jú það sem að starf okkar á að byggjast á og það er auðvitað margt sem spila samt inn í slíkt mat, hvernig menn vinna úr svona málum. Það eru mjög stór mál undir hjá þessari ríkisstjórn sem snerta bæði almenning og atvinnulíf í landinu, mál sem voru bara lögð fram núna í þinginu í dag og voru afgreidd af þingflokkunum núna í kringum páskana. Og að því leyti verður auðvitað að taka tillit til margar þátta þegar að menn meta aðstæður og það er ekki hlaupið frá verkum svo neitt fyrir og þrý sko. Svandís, verður rætt einhver annar mál en þetta næstu dagana í þinginu? Nei, ég held að liggi algjörlega ljóst fyrir að það verður ekki farið í neina aðra þingumræðu næstu daga en vantrauststillöguna. Og það hefur þegar komið fram af hendi forseta að það er mjög óvenjulegt að það sé beinlínis tekin ákvörðun það að fella niður þingfund eins og hefur verið ákveðið að gera fyrir morgundaginn. Já, af hverju var það nákvæmlega gert? Af hverju er ekki bara hægt að fara í vantraustsumræðuna á morgun? Kannski í fyrsta lagi vegna þess að samkvæmt þingsköpum að þá liggur tillaga í 2 nætur áður en að hægt er að taka hann á dagskrá. Ég gerir þó ráð fyrir því að það hefði verið hægt að beita afbrigðum og það hefði verið hægt að taka hann á dagskrá og allir hefði viljað og verið til í það. Mér skilst á stjórnarliðum að þeir vilji fá ráðrúm til þess að ráða ráðum sínum og mér finnst það bara eðlilegt. Það þarf auðvitað að undirbúa svona umræðu vel, að þurfa allir að gera það. Það stendur ekki og fellur með hálfum degi plús eða mínus hvenær þetta tekið á dagskrá. En ég held að forseti þingsins hafi sýnt skynsemi í því að láta önnur mál liggja. Það væri mjög ankannalegt að fara að ræða einhver EES-mál eða brennivín í búðir eða eitthvað annað. Við höfum ekki góða reynsla því að tala brennivín í búðir á ögustundu. Þannig að ég held að það svona lýsi líka bara alvarleika málsins og það var mjög svona þrunginn þessi dagur í dag og þeir sem hafa verið lengur á Alþingi heldur en ég að þeir mun ekki eftir öðru eins geri til dæmis af bæði innlendum og erlendum fréttamönnum allt þinghús. Það var mjög mikil traffíkin í þinghúsinu og auðvitað mikil dynur fyrir utan húsi líka og mér skildist á lögregluna að þarna væri sögulegar tölur að ræða, menn fundi fyrir þungum straumi niður Laugaveginn, Kringlumýrarbrautina og úr Austurbæ og Vesturbæ og það viðræði svo sem líka vel fyrir það að fólk kæmi saman og léti sínar áhyggjur í ljósi og það skiptir miklu máli að því að kastljós heimsins beinist náttúrulega að Íslandi núna. Að það skiptir líka máli að við sýnum að við séum þjóð sem að látum ekki bjóða okkur hvað sem þannig að þessar sterku raddir almennings í dag og þessi miklu fjöldi fólk sem var tilbúin að koma út og segja að við erum ekki til í þetta skiptir líka máli fyrir ásýnd og svona, já, ásýnd þjóðarinnar út af við. Þú ert að tala um þess að þungu umferð inn á Austurvöll. Það var ekki eins og að verið þungu umferð þingmanna úr stjórnarliðinu til að fara í ræðustól Alþingis til að bera upp laka forsætisráðherra?
En ég fyrst vil ég nú segja það stóru þingsins á morgun, sko. Ég hef ekki allan vilja vinna á morgun. Ég var búinn að búa fund í atvinnuvernd og ætlaði að fjalla sko, félagslega kerfið í sjávarútvegi og heimagistingu sem lagafrumvarp sem við erum með núna. Þannig að það nú fleira til umræðu þarna heldur brennivinn í búðir sem gert alltaf nefnt svona til að einfalda og gera lítið úr umræðunni. En sko, nei, það alveg rétt. Ég meina, menn fóru ekki mikið upp úr stjórnarliðinu við þessa umræðu í dag. Manstu hvað voru margir? Enginn, ef ég maður rétt, nema forsætisráðherra. Og það í sjálfu sér ekkert óvanalegt í svona umræðu. Við erum að ræða þetta, eða það að segja stjórnarandstaðan kýs. Þetta náttúrulega hversdagslegur atburður, ekki? Látt ekki svona. Við skulum ekkert vera að gera lítið úr þessu, sko. Við skulum bara ræða þetta á það alvarleika sem að málið sko. Þetta bara þannig að... Ég ekki að gera lítið úr því. Ég bara að segja það... Já, bara leið mér að klára. Þetta vakti athygli. Já, auðvitað vekur þetta athygli og það ekkert óvanalegt. En ég bara að segja ykkur við þetta er ekkert óvanalegt. Vegna þess einfallega að það verið að ræða þetta undir liðnum, störf þingsins. Fundarstjórn forseta fyrirgefðu. Og þar mjög takmarkaður ræðutími og til þess að það líka ákveðin hugmynd í því að vera ekkert að lengja þessa umræðu og mikil. Það þetta forsætisráðherra fyrst og fremst sem að spjótin beina staði í þessar umræðu. Það hans að svara fyrir þetta. Hann var í fyrirspurnatíma í dag og fór yfir þetta. Þingmenn stjórnarandstöðunnar töldu sig þurfa að tjá sig meira málið heldur en þar kom fram. Við höfðum í sjálfu sér ekkert við svör hans að bæta. Og akkur eigum við þá að vera að fara að munnhöggvast við stjórnarandstöðuna á þessum tímamótum. Það hefur komið fram, við teljum að það sé eðlilegt að máli fái meiri umfjöllun innan þingflokkana. Við þurfum auðvitað átt okkur á þessari hröðu atburðarás sem að eiga sér stað og að því leyti var ekkert tilefni til þess að lengja þessa umræðu í þinginu í dag með okkar þáttöku. Það var náttúrulega alveg ljóst sko í þessu spennuþrungna andrúmslofti þannig í þinghúsinu í dag að það var ekki af tillitssemi við klukkuna sem að stjórnarliðar tóku ekki þátt í umræðinni, heldur einfaldlega vegna þess að staðan bara það flókin að þeim var bara vorkunn að þurfa yfir höfuð að tjá sig inn í þessa stöðu. Og það líka alveg ljóst að þeir þurfa að ráða ráðum sínum áður þeir geta í raun og veru tjáð sig með einhverjum hætti þannig að það gildi í raun og veru í þessari stöðu og að stuðningur yfir ríkisstjórnina náttúrulega á þrotum og traustið á henni búið út í samfélaginu og stuðningurinn á þrotum í stjórnarliðinu sjálfu, í baklandi stjórnarliðsins sjálfs. Það bæði greinilega komin brestur á milli stjórnarflokkana, það komin flótti í lið sjálfstæðismanna og það meira að segja þannig að einstakir framsóknarmenn út land sem að stundum hefur nú verið talað að sé með svona þéttari foringjahollustu heldur að sé yfirleitt í nokkrum öðrum flokkum og ég sagði það nú daginn einhvern tímann í hálfkæringi að ég vissi ekki neinn annan flokk á Íslandi sem hefði aldrei gert mistök að það alveg gríðarlega svona mikil og þétt foringjahollusta þar að stemningin auðvitað svo að maður skynjar það nánast í andrúmsloftinu að stuðningurinn við ríkisstjórnina hann einfaldlega að fjara undan henni. Það sem að verðist núna að blasa við eftirfarandi. Þessi ríkisstjórn, hún í andarslitránum. Hún það bil að leggja upp laupana. Já, það það. Hún rúin trausti. Forsætisráðherrann rúin trausti. Við ekki mjög lett að segja þetta. Ég ber mjög góðan hug til forsætisráðherra og mér finnst hræðilegt raunverulega að horfa upp á hann í þessari aðstöðu eins og í dag. Ég held að hann hefði gert sjálfur sér best með því bara að standa upp og segjast vera farin. En nú þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir, þetta vandamál til dæmis sem að forsætisráðherra Svíþjóðar var að fjalla í sjónvarpsfréttum í kvöld. Það á ekki bara við forsætisráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn ekki góðum málum heldur. Það tveir ráðherrar þar, formaður og varaformaður flokksins sem tengjast aflandsfélögum og forsætisráðherra Svíþjóðar, hann var að segja efnislega, svona gera menn ekki sem ætla að vera í pólitík. Þið eruð í vandræðum líka, sjálfstæðismenn. Nei, veistu hvað, ég gerir mikið greinarmun á þessu og á þessum málum yfir höfuð og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því hvar einhver mörk liggja í þessu. Mál Ólafar reyndar bara að mínu mati mjög ómaklega dregið inn í þessu umræðu. Ég meina þar áttu sér aldrei neinn viðskipti stað. Það vita það allir sem fylgjast með að maðurinn hennar vinnur hjá alþjóðlegu fyrirtæki og þeirra aðstæður að því liti öðruvísi heldur en okkar flestra hinna. Áttu sér aldrei neitt stað, gerðist aldrei neitt. Mér finnst það að vera bara menni að setja það út fyrir umræðuna. Það auðvitað í svona ákveðnum pólitískum spuna reynt að gera eitthvað mikið eða reyna að draga það inn. Mál Bjarna Benediktssonar auðvitað með allt öðrum hætti
heldur en mál Sigmundar Davíðs. Bjarni Benediktsson á hér fyrir hrun í viðskiptum ásamt nokkru félögum í því að kaupa fasteignir eða fasteign í Miðausturlöndum. Hann greiðir peninga inn í þetta. Þessi peningar fara til Landsbankans í Luxemburg. Landsbankinn í Luxemburg eins og í svo mörgum tilfellum kýs að fara með þessa millifærslu á þessari greiðslu til þessa fyrirtækis í Dubai. Aldrei neini peningar inn á reikningi í þessum svokölluðu skattaskjólum. Þetta verkefni gengur síðan ekki upp eins og svo mörg verkefni eftir hrunið. Bjarni Benediktsson fær þetta fjármagna hluta tilbaka með einhverjum skaða þó. Það millifært inn á bankareikningi Sviss og hann tekur peningana strax hingað heim án þess að fara með þá í gegnum leið Seðlabanka Íslands einhvern afslátt eða eitthvað slíkt, án þess að geyma þá úti eins og hann hefði mátt gera af því að það voru komin gjaldeyrishöft og margir kusu sem áttu fjármuni erlendis að geyma þá frekar erlendis, þá tekur hann þessa peninga heim. Þetta 2009, áður en Bjarni Benediktsson tekur við sem formaður Sjálfstæðisflokksins og löngu áður en hann verður ráðherra. Þannig að vera að gera eitthvað mikið úr þessu og reyna að hengja þetta eitthvað saman við óeðlileg viðskipti bara verið að segja okkur það að við megum ekki í framtíðinni stunda eðlilega fjárfestingar erlendis. Á sama tíma eru við að tala um það að við verðum að létta hér höftum að lífeyrissjóðakerfið okkar til þess að þeir geti fjárfest meira erlendis. Ég meina þetta ekkert óeðlilegt við þetta. Þetta hefur allt verið lagt á borðið og ég veit að stjórnmálamenn eru að þessu. Þetta ekki óeðlilegt? Verða menn ekki bara að velja hvort þeir ætla að vera í aflandinu eða hvort þeir ætla að vera í pólitík? Jú, þá skulum við velta því fyrir okkur, Ólafur. Hvernig stjórnmálamenn viljum við hafa í framtíðin á Íslandi? Hvernig hóp viljum við að sé samsettur á þingi? Viljum við ekki stjórnmálamenn sem segja gerið eins og ég geri en ekki gerið eins og ég segi en ekki eins og ég geri? Já, býtu nú veit ég ekki alveg hvað þú ert að fara. Ég nú að tala um þetta krónuhagkerfi sem að forsætisráðherra og fjármálaráðherra að því virðist reyna að forðast með sína peninga. Nei. Ég meina fjármálaráðherra tekur peningana heim í Íslands hagkerfi. Hann hefði geta verið með það úti. Sáum munurinn. Í hinu tilfellinu erum við að tala um fjármunum sem eru erlendis, hafa verið þar og stóð ekki til að taka heim. Þetta auðvitað algjör grundvallar munur í nálgunamáli. Og sem betur fyrir nú fólk í okkar samfélagi sem að getur fjárfest og væri best að sem flestir getur gert það. Og þá þetta nú bara í eðlilegu umhverfi bara ekkert óeðlilegt við það að fólk sé að fjárfesta í einhverju blönd. Ég meina, við erum með fólk sem greiðir í lífeyrissjóði eins og Alliance í Þýskalandi og hvað þetta hét í Bretlandi. Jú, það náttúrulega ólíkt. Já, nei, það ekki ólíkt. Átt þú von á því að þessi ríkisstjórn sitji út kjörtímabilið? Það ár eftir að því. Vistu hvað, ég held að það sé enga veginn hægt að svara þeirri spurningu í dag. Ég held að við séum í það mikilli ólgu og hvað ég á að kalla það óvissu í íslenskum stjórnmálum að ég held að það geti sjálfur sér engin svara því í dag. Og út af fyrir sig það kannski ekkit aðalatriðið. Aðalatriðið það að þau verk sem eru núna svona í frágangi hjá þessari ríkisstjórn eru mörg hver ákveðin loka verkefni á þeim lista sem þessi ríkisstjórn lagði á stað með. Er þetta ekki bara í góðum farvegi þannig að það geti einhver aðri með tekið við því ef að mál skipast svo? Nei, þingi þarf að sitja til þess að ljúka nokkrum málum fyrir sumarið. Hvað tekur síðan við í framhaldinu verður auðvitað þessi ríkisstjórn að meta hvernig við ætlum að haga málum en ég tel að sé mjög þjóðhagslega gríðarlega mikilvægt, gagnvart stöðuleika, gagnvart atvinnulífinu og einstaklingum í þessu landi, að það verði kláruð hér ákveðin mál á næstu vikum. Svandís Örstuð, hvernig sérðu fyrir þér framhaldið? Kannski í fyrsta lagi það að það náttúrulega bitamönnurinn ekki fjár á milli þess sem að Sigmundur situr í súpunni með annars vegar og hins vegar því sem að Bjarni Benediktsson hefur tekið þátt í. Og það segir mjög stóra sögu að ekki einasti þýski stjórnmálamaður á þessum listum. Þannig að það greinilegt að það eitthvað brogað í siðferðið á Íslandi að því varðar það við erum bara annars staðar, að blanda saman pólitík, peningum og leynd. Og þegar þú komið með þetta þrennt saman að þá það bara banvæn blanda. Það bara þannig. Og við vitum að í aðdraganda hrunsins það var þetta það sem að koma okkur verst.
Það var þessi blanda og svo þessum örfáum árum eftir hrun að þá situm við uppi með leiðtoga ríkisstjórnarinnar sem báðir eru með þá hugmynd að það sé eðlilegt að blanda þessum þremur elementum saman. Og það er bara stóri vandi. Nei, þetta er svo mikið pólitísk smjörklípa sem á sér hérna stað. Það er ekki hægt að hvaða leynd hefur verið í kringum þetta hjá Bjarna Benediktssyni? Hvaða leynd er verið að vísa til það? Við verðum að hleypa bitni. Já, heimurinn er að horfa, en það bara hefur engin leynd verið í kringum þetta. Við hleypum bitni að og þetta verður rætt þetta mál aftur á morgun og hér á eftir fáum við Guðna Jóhannesson en hann Björn var niður á Austurvelli og hitti Hallgrím Helgason. Takk ykkur. Takk svo. Já, komið þið sæl, við erum stödd niður í bæ. Hallgrímur Helgason rithöfundur varð á vegi okkar og við ætlum að spyrja þig Hallgrímur, hvers vegna ert þú að mótmæla? Ég er að mótmæla leigurum og loddurum sem eru núna í stjórn landsins. Þetta er ekki glæsilegu félagskapur sem voru í gærkvöldi í allri heimspressunni. Assad, Sýrlandsforseti, Putin, Úkraínuforseti, FIFA, Blatter, þú veist, mesti glæpamaður í heimi og Sigmundur Davíð og Bjarni Ben, Ólafur Nordal. Þetta er ekki hægt. Losna við þessa ríkisstjórn strax. Forsætisráðherra verður að segja sér átt að vera búinn að því. Hann er búinn að vita af þessu síðan 11. mars hvað gerðist og hann átt að hafa hlíft okkur við þessari niðurlægingu sem við verðum vitnaði í gær sem þjóð. Enn og aftur eru fjárglæðramenn og stjórnmálamenn að eyðileggja orðspor Íslands sem við listamenn erum búin að byggja upp síðan frá hruni. Og nú þurfum við að gera það aftur. Þetta er óþolandi. Og hann er búin að vita þetta allan tíman, hann hefur ekki sagt sínu fólki, hann hefur ekki látið samstarfsflokkin vita hann var sjálfur í miklum djúpum skít og þetta bara gengur ekki lengur. Síðan kemur það í ljós að sá sem gæti hugsanlega tekið við á honum, Bjarni Ben, hann er ekkert í skárri málum og sá sem gæti tekið við á honum er heldur ekki í skárri málum, Ólafur Nordal. Þetta er hjákátlegt. Við höfum valið þessa tvo flokka sem hafa kosið til áhrifa sem formann og varaformann, ríkasta fólkið í sínum röðum. Við erum með svona auðmannaræði á Íslandi. En fyrir utan það þá kom ég nú bara með gallabuxur handa konunum minni, sko. Ég bara finna hana hvergi hérna. Ég reikna með að þú hafir áður sótt mótmælafundi hér á Austurvelli. Hvað aðgreinir þennan frá hinu fyrri? Þetta minnir bara á hrunið í janúar 2009. Þetta er svona fyrsti dagur af 10. Ég held að ríkisstjórnin hafi fallið á 10. degi eftir svaka fundi í þjóðleikhúskjallaranum hjá Samfylkingunni og það sem bálið brann fyrir utan. Þetta voru ótrúlegi dagar sem kom aldrei aftur en nú eru þeir komnir aftur og það er ótrúlegt að fylgjast með því og maður finnur, ég held að reiðin sem jafnvel djúpstæðari núna heldur hún var 2009 því að fólk er gjörsamlega misbóðið núna. Þetta er sko það var svona meiri fókus á seðlabankastjóra og svona vanhæfa ríkisstjórn en líka svona fjármálaelítuna en í dag er þetta fókusinn gjörsamlega á forsætisráðherra. Maður er bara farin að sakna Jóhönnu Sigurðardóttur sko. Hvar er hún í dag? Takk fyrir spjallið Hallgrímur Helgason, reiðin jafnvel meir en 2009 og það má taka undir það að það er mjög mikil spenna hér á Austurvelli sem áður hefur orðið vettvangur mikilla tíðinda. Face Mask Radiant, frískleiki, næring og ljómi á augabragði fæst í Laugar Spa og á wordclass.is. Alúð, virðing, traust, áratuga reynsla, Útfararstofa Íslands, Auðbrekku 1. Við seljum ekki bara hús, við finnum þér nýtt heimili. Kynntu þér þjónustuna á húsaskjól.is og hafðu samband. Húsaskjól, fasteignasala. Mazda 3 er sportlegur fólksbíll með spennandi aksturseiginleika og fyrsta flokks þægindi. Komdu í reynslaakstur, Brimborg. Degraði við þig, Misti, Laugavegi 178, sími 551 33 66. Langir fundir, langar flugferðir, mikið mál. Minna mál með Saga Pro. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica. Verið velkomin á nýjan Glow Street Food stað á Engjateig. Stolpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir, Stolpi Gámar.
Þeir sem hafa einu sinni ekið Skoda Yeti vita að hann er allstaðar á heimavelli. Skoda, skemmtilegi bíllinn. Nú er potturinn orðinn svo stór að við höfum engan tíma til að spá í hvað hinar Norðurlandaþjóðirnar eru að pæla. Hvað þá Eystrasaltslöndin. Þessi næst stærsti pottur sögunar stefnir í 2950 milljónir. Nú bókstaflega verða allir að vera með. Víkingalottó, vinningin heim. Til mín. Já, góðir áhorfendur. Við höfum fengið hingað sem gest sem er Guðni D.H. Jóhannesson, sagnfræðingur, sem að blessaður og vertu velkominn. Og hann sérfræðingur málefni forsetaembættisins. Ein af fréttum dagsins, Guðni, er þessi. Forseti Íslands hraðar för sinni heim á leið. Hann stattur í einkaerindum í Bandaríkjunum. Hann áformaði að vera fram í seinni part þessara viku og hann ætlar að koma heim í fyrramálið. Skilaboð forseta eru væntanlega þessi. Hann telur að hér séu alvarlega atburði að ræða. Hann telur að viðvera forseta á landinu sé nauðsynleg, fyrst hann flýtir sinni för. Og skilaboðin eru þau að þó að það sé mikil ólga, að þá sé þá minnsta kosti einn maður sem að standi traustum fótum í óveðrinu og geti kannski leitt veginn. Jú, það er svo sem rétt að þjóðhöfðinginn þarf að vera á landinu þegar stjórnarkreppa er. Í því tilliti er skynsamlegt hjá forseta að hraða för sinni heim. Við höfum verið að leiða getum að því í þessum þætti að það sé stjórnarkreppa hér í aðsí. Jú, við höfum fylgt með fréttum dagsins og það liggur í augum uppi að stjórnarsamstarfið er í tvísýnu. Ungir á horriminni jafnvel. Já, það má orða það þannig. Og hvað gerist þá? Já, farið svo að forsætisráðherra þurfi að biðjast lausnar, þá þarf hann að afhenda forseta lausnarbeiðni. Nú, ef forseti er ekki á landinu, þá eru handhafar forsetavalds 3. Forseti Hæstaréttar, forseti sameinaðs Alþingis og, hver er svo 3? Hann sjálfur. Forsætisráðherra. En það dugar einfaldur meirihluti, er það ekki? Jú, en þetta er bara svo, þetta sýnir náttúrulega hvað þetta er ankannalegt fyrirkomulag, en þetta er ein af ástæðum þess að forseti hraðar för sinni heim og svo er það hitt líka. Það er þessi ólga sem við verðum vitnað í dag og þá er skynsamlegra fyrir forseta að vera hér heima heldur en að vera frílista sig einhvers staðar í útlöndum. En forseti er ekki að koma heim til þess að taka tímamóta ákvarðanir sjálfur, leysa stjórn frá völdum, rjúfa þing og eitthvað þess að hann hefur ekkert frumkvæðisvald til þess. Hann getur það ekki. Það er út í hendi forsætisráðherra og við vitum það. Já. Og við vitum það að forseta er skylt, minnsta kosti eftir því sem Ólafur Jóhannesson kenndi í sinni góðu bók, Stjórnskipan Íslands. Hún er skylt að verða við slíkri bón. Já, en það er samt... Já, við slíku erindi. Já, það geta komið upp allskyns fróðulegar og áhugaverðar situasjónir í þeim efnum. Ef við horfum til þessara örlagaríku daga í janúar 2009, þegar ríkisstjórn Geirs H. Haarde rökklaðist frá völdum, þá var það rætt í hópi sjálfstæðismanna að nú skildi Geir ekki aðeins biðjast lausnar, heldur líka rjúfa þing. En eins og Ólafur Ragnar talaði þá var alveg ljóst að hann ætlaði að leggja sjálfstætt mat á það hvort hann yrði við beiðni forsætisráðherra eða ekki. Myndi Grand skoða hvort fyrir því væri meirihluti á Alþingi eða ekki. Þegar Ólafur Jóhannesson, forsætisráðherra, tók svipaða ákvörðun 1974,
þá gat hann sagt við Kristján Eldjárn sem þá var forseti, já ég veit þetta og ég skrifaði þetta í stjórnskipan Íslands eins og þú íðaðir að Ólafur Ísleifsson að forseta skylt að verða við beiðni forsætisráðherra þingrof og Kristján var sama sinnis en Ólafur Ragnar ekki Kristján Eldjárn þannig að hér gæti komið upp snúin stað. Mér finnst nú ólíklegt að það komi til þess að hérna það verði einhver deila þingrof en loka punkturinn í því samt sá að núverandi forseti mun aldrei telja sér lögskylt að verða við beiðni forsætisráðherra þingrof. Það eru aðrir tímar og það er annar forseti. Hann er búinn að strika út þetta fordæmi. Já, hann er búinn að gera það. Og annað hefur líka breyst, sjáið þið til. 1974, þegar Ólafur Jóhannesson rauf þing, þá mistu þingmenn umboðið í þeim töluðu orðum. Þegar Ólafur Jóhannesson sagði, las upp forsetabréf og sagði þing hér með rofið, þá voru engir þingmenn í landinu. Umboð þeirra féll niður. Umboð þeirra féll niður, þá voru engir þingmenn á Íslandi. Nú er búið að breyta þessu stjórnarskrá þannig að þingmenn halda umboði sínu til kjördags. Þannig að ef við búum til þá ímynduðu atburðarás að hér verði þing rofið, þá eru þingmenn áfram með sitt umboð og gætu samþykkt vantraust á ríkisstjórn eða eitthvað í þeim dúr. En því var ekki að heilsa þarna 74 og þess vegna kaus Ólafur að rjúfa þing og gat þá setið til kjördags. En þú snýrið ekki við, þú afturkallar ekki þing? Nei, lögspekingar eru sammála það að þegar þing hafi verið rofið, þá geti þingið ekki afturkalla það, þá verði ekki aftur snúið. Já, og það ekki rétt að þegar þing rofið, þá jafnframt tilkynntur kjördagur innan rammalagana? Þetta, við höfum verið að leiða svona getum að því nefnum þætti að það stefni hér í einhver tímamót í sögu þessara ríkisstjórnar. Já, manni sýnist það einfaldlega mjög erfitt fyrir sjálfstæðismenn sérstaklega að koma fram eftir þessar yfirlýsingar dagsins að þeir geti nú ekki lýst yfir stuðningi við forsætisráðherra og verði að athuga málið og segja sem svo eftir þær athuganir alla saman, hér allt í himnalagi, hvað eru þið að kvarta? Þannig að hið pólitíska landslag þannig að manni sýnist líklegra en hitt að dagar þessara stjórna séu taldir. En auðvitað á maður enga spá framtíðina. Það hefur verið sagt sérstaklega um okkur sagnfræðinga, það nógu erfitt að tala fortíðina þó við förum nú ekki að skoða. Nei, en það virðist sem að þetta stjórnarsamstarf í þeirri mynd sem það sé það bil á endarunnið. En líka gætum okkur að því fyrirgjöðu að hann ekki atburðarásina. Við höfum náttúrulega, við erum bara að spjalla hérna. En það má velta fyrir sér, ef að þetta rétt sem að manni sýnist nú, að það sé bara spurningin hvernig endar þetta hljóti að enda núna á næstu dögum. Ekki nokkuð ljóst að það betri kostur fyrir ríkisstjórnarflokkana að rjúfa þing og fara í kosningar heldur en að fara í einhverja uppstokkun? Ég veit ekki hvað skal segja. Við skulum hugsa upphátt það að sjálfstæðismenn líti svo á að þeirra hagur og þá þjóðarinnar eins og þeir myndu orða það, lægi í því að slíta stjórnarsamstarfinu. Hvaða kosti hafa þeir? Gætu þeir myndað ríkisstjórn með samfylkingu og bjartri framtíð? Evrópu spursmálið ekki þar að flækjast fyrir þeim eins og var kannski 2013 eða fyrr. En núna er líka spurning traust til forystu sjálfstæðisflokksins af hálfu hinna. Jú, vissulega. Nú forysta sjálfstæðisflokksins, hún lituð af þessu aflandsmáli. Jú, vissulega. Menn gætu sagt sem svo að hérna staða formanns sjálfstæðisflokksins sé öðruvísi en sú staða sem formaður Framsóknarflokksins komin í. Manni heyrðist það á Jóni Gunnarsinni hérna áðan að þannig litu þeir minnst okkvæmst á það. Sjálfstæðismenn líta klárlega þannig á hlutina, en líta aðrir á það þannig? Ég veit ekki, það náttúrulega. Og við erum í hringiðunni. Það svo erfitt að sjá hvað suð, getum við kallað það, hvað bara svona hávaði og hvað skiptir virkilega máli. En Ólafur, þú nefndir nefnilega áðan þetta pólitíska mat sem hlýtur að fara núna fram á milli flokkana. Já. Það erfitt að sjá
annað heldur en að verði breytingar. Annarkvort fer ríkisstjórnin frá og það verða kosningar eða þessi flokkar sammælast að halda þessu samstarfi áfram undir einhverjum breyttum formerkjum. Já, heldur það verði að vera einhver breytt formerki. Nei, ég ekki að segja að undir einhvers konar breyttum formerkjum og þau breyttu formerki gæti verið þá breyttu mannskapur í ríkisstjórninni. Það róar ekki fólkið á Austurvelli ef að Sigmundur Davíð skipt út úr forsætisráðuneytinu og Bjarna Ben skipt þar inn. Nei, það vill bara þannig til. Það leysir engan vanda. Ef við hugsum upp átt félagar, að það vill nú þannig til að það varaformaður í Framsókn. Hann í ríkisstjórninni. Já. Nei, ég skal ekki segja, ég ítreka það svo erfitt að spá í stöðuna akkurat núna þegar þetta á svona mikilli fleygiferð. En þú hefur nú spáð talsvert í forsetaembætti og störf núverandi forseta. Jú. Heldur að hann muni gera sig gildandi í þessu? Hann hefur ekki mikinn frumkvæðisvald sem hann getur beitt. Þeim meira áhrifavald. En hann nú eldri en Tvævett. Já, Sigmundur Davíð hefur lýst því yfir í viðtölum að honum þykir gott að leita til ráða hjá forseta, eða leita ráða hjá forseta. Kannski einhvers konar svoleiðis samtal muni eiga sér stað, maður veit ekki, og hvaða ráð mun forseti þá veita. Hann náttúrulega hókinn af reynslu og gæti reynt að ráða hinum unga forsætisráðherra heilt. En eins og við fórum yfir áðan, þá frumkvæðisréttur við stjórnarskipti enginn hjá forseta. Hins vegar gæti hann lagt sjálfstætt mat á hugmyndina þingrof. En eins og þetta að spilast núna, þá sýnist mér að það sé ekkert endilega neitt stórt mál. Það svolítið merkilegt, þessi atburður, hún meðal annars að leiða það í ljós. Hversu flókið og viðamikið forsetaembætti hérna og það þarf að huga hér mjög vandlega að þáttum sem eru ekki augljósir. Núna til dæmis erum við hérna í aðdraganda forsetakosninga með fólk sem heldur að það sé að fara inn í einhvers konar framkvæmdastjórastarf og að koma hérna með einhverja óskarlista, einhver verkefni sem það vil vinna að, sem náttúrulega passa ekkert inn í embættið eins og það En spurningin líka í þessu sambandi. Annars vegar, í aðdraganda forsetakosninga sýnist að það sé verulega hætt á því að nýr forseti yrði kjörinn með tiltölulega mjög lágu atkvæðahlutfalli og svo hitt að það bara einhver ólga og spenna í landinu sem erfitt að fást við. Það ýmsir sem að velta því upp. Annars vegar, hvaða áhrif þetta kunna hafa á hugsunargang núverandi forseta og hvaða svo þungavittasleggjur úti í þjóðfélaginu myndu telja sig vera í færum svona til að skapa nýtt jafnvægi, nýtt traust, sitta á fríðarstóli. Ég hyggs fyrir ekki Ólafur að þessi stjórnarkreppa, hvernig sem henni lyktar, muni fá fólk til þess að hugsa frekar til forsetaefnis sem hafi reynslu og þekkingu úr heimi stjórnmálanna. Að þeir sem koma úr öðrum sviðum samfélagsins þurfi þá enn frekar að sannfæra fólk að þeir séu vandanum vaxnir. Örstutt í lokin, Guðni. Ef að það verður boðað nú til þingkosninga í framhaldinu, þá getur farið svo að því það innan við 3 mánuði til forsetakosninga að við stöndum fram fyrir þingkosningum og forsetakosningum bara svipað leyti. Það hefur aldrei gerst áður. Nei, það gæti orðið sögulegt sumar og hérna svo erum við í úrslitum í fótboltanum líka á EM. Já, það verður engin tíma fyrir neina pólitík. Nei, það verður bara að taka því. Gleymdu ekki formannskjörunni í Samfylkingunni. Já. Það verður bara að takast á við það vandamál skildi kalla. Við náttúrulega getum arkað á kjörstað með nokkura vikna millibili og þetta ætti ekki að hafa nein stórkostleg áhrif á gang landsmálana. Það eru forréttindi þá, ef þetta eru vandamálin, lítum á ástand heimsins, að við getum gengið til lýðræðislega kosninga tvisvar sama sumar. Þökkum bara fyrir það. Þökkum fyrir það, við búum í lýðræðisríki. Guðni T.H. Jóhannesson, þakka þér fyrir komuna. Góður áhörendur, við Nafnar verðum hér í beinni útsendingu aftur annað kvöld klukkan 9 ásamt Birni Þorlákssyni. Sjáumst þá. Takk.